Það Evrópusambandið sem við ætlum að ræða. Við erum svona svolítið dregið úr því. Ekki hlustendur hafa tekið eftir því að fyrir í vikunni og í síðustu viku þá vorum við bara með Evrópusambandið en núna skjótum við öðru efni en Evrópusambandið samt svona það efni sem ég held að flestir ræði eða hittast í pottunum eða í strætó eða út á götu, allavega að það við mig, að fólk fljótt að beina umræðinu þangað. Og eins og ég hef gert hérna þá hef ég fengið svona einn í einu til þess að segja mér af hverju viðkomandi ætlar að merkja við já eða nei. Og hingað komin Svandís Svavarsdóttir sem ritstjóri Breiðfirðings. Já, takk fyrir það. Fyrrverandi þingmaður og ráðherra og borgarfulltrúi og guðmund og hvað ekki. Einmitt. Herðu, þú hefur sagt frá því opinberlega hvað ætlar að kjósa? Já, ég gerði það og mín niðurstaða varð að segja nei við þessari spurningu á þessum tímapunkti og það eru fjölmargar ástæður til þess að það var niðurstaðan en má kannski segja að stærsta og mikilvægasta niðurstaðan lítur að því svona lýðræðislega svigrúmi sem fyrir hendi í samfélaginu, þar að segja hversu mikið við erum sjálf fær að breytum stefnu, breytum áherslur, draga valdhafa til ábyrgðar, borið saman við það að færa völd í miðstýrt apparat. Þú hefur aldrei að breyta Íslandi utan Evrópusambandsins heldur en að fara inn í Evrópusambandið og stundum gerist það að það eru einhverja pólitískar bylgjur sem að koma síðan hingað. Já, og þær munu gera það hér eftir sem hingað til og hafa gert það og við erum náttúrulega partur af heiminum og mjög skýrt hversu mikill partur við erum af einmitt mannréttindabylgjum og pólitískum bylgjum af ýmsu tagi og líka öfgahægri bylgjum. Ég meina við erum ekki eyland hvað það varðar. En mér finnst þetta vera punktur sem að skiptir kannski mestu máli þetta með þetta lýðræðislega svigrúm eða þessar stöðu sem við höfum hér gagnvart okkar eigin stjórnvöldum og ég aðeins skjóta inn að því og sagði þér að það verið margar ástæður og eins og þú hefur verið að setjast og leggja á vogaskálarnar nefndi ekkert jámegin? Jú. Getur þú gefið mig dæmi það? Já. Á þess að ég ætla að byrja að fara að mæla með jái. Já, nei, ég ekki þeirra skoðunar að það sé fáránleg hugmynd að Ísland verið aðilega Evrópusambandinu, alls ekki. Og ég reyndar þeirra skoðunar að það geti verið gott út frá ýmsum sjónarmiðum að vera og við sjáum til dæmis það sem að hefur gerst og áunnist í tengslu við okkar aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og þá ég sérstaklega að tala innflutt regluverk í til dæmis umhverfismálum sem hefur bara skipt mjög miklu máli og mér til efs að íslenskir kapitalistar þeim hefur dottið að sjálfum í huga að reisa sjálfum sér það stífar skorður sem að EES-samningurinn hefur leitt til okkar. Ég held að það sé hægt að vera góður vinstrimaður og öflugur feministi og brjálaður græningi innan og utan Evrópusambandsins. Það margir þannig bara inn á Evrópuþinginu. Já, og ég alls ekki þeirra skoðunar að það sé ekki hægt. Systurflokkar eins og einhetslistin í Danmörku var einu sinna móti að vildi leggja til að Danir færi út úr Evrópusambandinu. Þeir eru hættir því eins og vinstriflokkurinn í Svíþjóð. Já, þetta náttúrulega líka spurning hvar fólk statt og hvort frammi fyrir hvaða spurningu fólk stendur. Og við auðvitað sem vinstrimenn við stöndum frammi fyrir þeirri spurningu að Evrópusambandið alveg sama hvernig við lítum á mögulegar aðlaganir og sérlausnir eða hvað þetta nú allt saman heitir að þá innri markaðurinn og fjármagnsfrelsið grunnstoð í Evrópusambandinu og þá getum við spurt hvort að það styrki eða veiki lýðræðislegt svigrúm og fyrir vinstrimenn hlýtur sú spurning að vera alveg raunveruleg vegna þess að þarna erum við að undirgangast alveg mjög skýrar grunnreglur. Og eru þegar búin að því með EES? Að hluta til. Það langstæstu hluta var þetta fjármagn vinnumarkað. Já, en við erum þarna með stórar atvinnugreinar, sjávarútveg og landbúnað og við erum með fleiri þætti og það ofsögum sagt þegar fólk að segja já, við erum bara komin með 75% af þessu regluverki og því ekki bara stíga skrefið til fulls. Að þá spyr ég hvað erum við að láta í staðinn ef að við ákveðum að stíga skrefið til fulls.
Mér finnst að vera svona daldil auglýsingabrella að tala það að við séum í raun og veru ekki ákveða neitt núna. Að við séum í raun og veru bara að svona kíkja og sjá hvað kemur og svo framvegis vegna þess að sannarlega það þannig lögformlega. Það þannig að þá bara hefjast aðildarviðræður og síðar kemur aftur til kasta þjóðarinnar. Það var þjóðir sótt en það hefði ekki leitt til þess að þið gengin. Já, það hefur gerst. Það var nefnt í Svíþjóð, minni mig, ég man ekki. Einmitt, en það breytir því ekki hver í raun og veru megin spurningin sem að þessi að það skapast. Við getum bara nota orðalagi pólitísku skriðþungi í samfélaginu ef að við erum komin með samning eftir eitthvað tíma. Ætlar þú þá að vera til þess að hafna honum eftir allan tíman sem við erum búin að eyða í þetta og fólkið og peningana og svo framvegis? Það fer enginn í biðröð fyrir utan kaffibarinn nema að huga því að fara þar inn og þau eru búin að hanga þar í kannski 2 tíma þá ertu búin að investra svolítið í biðinni þannig að þú lætur þið hafa það að fara inn á kaffibarinn. Já, og svo það þetta með að þekkja dyraverðin sko sem er alltaf eftirsóknarvert. Já, það eru ýmsar góða líkingar sem hafa verið uppi eins og það hvort að maður ætli að fara út að borða og ekki að sjá matseðilinn og alls konar svona en sem er kannski ekki endilega hjálplegar, sko maður geti þá snúið við blaðinu og sagt býtu, eigum við að fara á pítsastæði, við ætlum ekki að fá okkur pítsu, eigum við þá ekki að fara eitthvað annað. Það er náttúrulega þeir sem vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið, að þeir segja náttúrulega nei. Já, það er náttúrulega kannski má segja að neyið sé að sumuleyti sko rökstuddara og skýrara að þessu leitinu til. Jáið skiptist í svona nokkuð svona að sumuleyti ólíka hópa. Það er fólk sem að vill og hefur verið að leggja áherslu á það í sinni pólitísku nálgun árum og áratugum saman að við eigum að vera aðilar að Evrópusambandinu eins og Samfylkingin hefur gert og eins og Viðreisn hefur gert og það hefur ekkit snúist neitt einhverjar aðlaganir og undanþágur og eitthvað svoleiðis. Það er líka hópur sem hefur misst trú á íslensku stjórnmálamönnum að þeir gæti náð hérna niður verðbólgu og vöxtum og búið hér til svona aðstæður fyrir venjulegt fólk að þetta sé geta endalaust að djöfisins basla á því að búa hérna á Íslandi og vera blankur. Það er þetta með grasið sko og hvar það er grænast sko. Vegna þess að þegar öll eru á botni kvöld þá sittum við uppi með það að finna út úr þessu sjálf og það gildir líka verðbólgu og vexti. Við erum ekki að kjósa þá núna. Það er margir sem búin að gefast upp á því að bíða eftir því. Ég held að sé meiri vantrú á íslensku stjórnmálum heldur en til dæmis stjórnmálum í Noregi eða Svíþjóð. Er það? Samkvæmt mælingum bara. Traust á þjóðþinginu. Er það? Já, en samfélagslegt traust er tiltölulega mikið á Íslandi. Já, við treystum hvort öðru en ekki stjórnvöldum. Við treystum hvort öðru ótrúlega mikið og ég hef nú sko setið við ríkisstjórnarborðið í gegnum svona mjög erfiða skafla eins og til dæmis COVID og þá reyndi mjög mikið á þetta traust sem að var ekki bara traust manna á milli heldur líka traust gagnvart stjórnvöldum þó að það séu þetta alltaf viðkvæmt og þarna voru við að ganga mjög nærri persónulegu rými fólks en fólk á Íslandi treystir upp til hópa að stjórnvöld séu í góðri trú. Ég held að það sé megi segja það. Já, það er í COVID og kannski í náttúruhamförum, og þá auðvitað erum við líka að njóta fulltingis sko vísindamanna sem að skiptir líka miklu máli en tókst þú þátt í því að ákveða að sækja síðast? Já, ég náttúrulega var á hverju? Ég var í ríkisstjórn og ég var á þingi. Kannski svipari stöðu og Flokkur fólksins í dag? Já, ég var það. En á hverju sagður já? Vegna þess að það var niðurstaða ríkisstjórnarinnar að gera það og það var svona partur af þessu sem að er svona hvað ég segja, þessi krefjandi staða stjórnmálamanna í samsteypustjórnum að þurfa stundum að stíga skref sem eru þeim ekki akkurat efst á blaði og ég gerði það og með atkvæða skýringu þó það ég teldi þetta að vera hið mesta óráð og þannig að ég held að sú atkvæða skýring standist alveg tímans tönn en og þessu Brynjar Níelsson, hann alltaf að greiða atkvæði með óbræði munni. Já, ég orðaði það nú reyndar ekki þannig en
Já, ég gerði það. Það var auðvitað svolítið óvinnulegt að sumuleyti hvað varðaði sko mitt ráðuneyti á þeim tíma, hvaða kaflar voru þar undir. Þannig að það mætti ekki mest á umhverfisráðuneytinu af þeim ráðuneytum sem eru að taka þátt í þessum viðræðum. En það voru þó auðvitað ákveðin atriði eins og náttúruvernd ekki inn í EES-samningnum og svo eru það hins sígildu umræðu efni sel og hval. Já. Sem að eru heldur ekki þar. Það var talað á þessum tíma og svo kannski ríkisstjórnunum eftir pólitíski ómöguleiki að það væri frálegt að sækja þó svo að það væri kannski meirihluti þjóðarinnar sem myndi segja já að þegar það er ekki inn á þingi og ég held að það sé sannarlega ekki meirihluti á þingi í dag fyrir umsókn að við göngum í Evrópusambandið. Er það ekki alveg ljóst? Jú, mér sýnist það sé það og þá kannski erum við komin að þessari spurningu sko að þetta er keyrt áfram í mjög þröngum pólitískum ramma. Bæði að þér varða stuðning bara raunverulegan stuðning við málið sem slíkt efnislega inn í þinginu og svo líka þessi ofsalega þröngi tímarami sem að sko ef við erum að tala stóra stjórnskipulega spurningu sem að þjóðin þarf að vita nákvæmlega hvað er ég að segja, við hverju er ég að segja já og við hverju er ég að segja nei. Það er ekki svolítið ígjur að það segja eitthvað flókin spurning, ég held að allir kjósendur skilji þetta alveg sko. Já, það er allavega þannig að þeir sem að aðhyllast jáið eru ekki sammála þeim sem aðhyllast neyið það hvað verið er að kjósa. Þannig að það er nú óheppilegt ef að kannski bara þeir sem eru svona ystu mörkunum. Nei, það er ekki. Ég held að þeir sem aðhyllast neyið hafa sagt þú sækir ekki nema þú viljið fara inn. Þannig að þú ert í raun og veru að sækja aðild. Ég held að allir viti það sko. Að Evrópusambandinu. Ef þú vilt bara alls ekki fara inn þá segir þú nei. Já, meðan að hinir segja kannski já, við erum ekkert að ákveða það núna, við erum bara að kíkja í pakkan og einhver sagði nú að þarna væri nú verið að nýta sér nokkra eiginleika Íslendinga annars vegar frestunar áráttuna og hins vegar fúskið. En svona grínlaust að þá er þetta ósvöldlega þröngur tímarami frá því að ákvörðunin er tekin og þangað til að kosningi fer fram. Fyrir umræðu og svo framvegis og mér finnst sko eitt kannski líka. Er þetta rétt, Svandís? Við erum ekki búin að vera að tala Evrópusambandið í 30 ár. Já, það hefur svona legið í láginni. Það hefur ekki verið á borðinu. Ég sé ekki neitt fyrir mig sem segir bara ég sé það ekki. Nei, en það hefur legið í láginni. Það hefur ekki verið efst á blaði og hefur ekki verið það rætt, ég menna í undanförnum kosningum hefur það ekki verið til dæmis í einhverjum loka þáttum fyrir þingkosningar eða neitt slíkt verið tekin einn spurning Evrópusambandið. Kristrún tók það náttúrulega af dagskrá í síðustu kosningu. Já, hún gerði það og gerði það með ágætum rökum sem að hún síðan sneri baki við. Skiptum skoðun. Já, hún skiptum skoðun og gerði það með rökum sem að ég er ekkit endilega vissum að eldist mjög vel. Sem breyttur heimur. Já, það er alltaf breyttur heimur. Það er alltaf breyttur heimur og núna getum við talað það að því að Kristrún kannski telur að heimur getur breyst þannig að það sé gott að gangi í Evrópusambandið þótt að þú teljir, það er alveg saman hvað heimur breytist að Evrópusambandið. Já, en mér finnst svolítið veikt að tala það að sko að því að Donald Trump sé svo ófyrirsjáanlegur að núna eigum að fara í Evrópusambandið. Mér finnst það veik rök. Hann var að hækka tolla á Kanada 50% og mér finnst það sólít rök að ykkur segir að við verum að vera í Evrópusambandinu því að það er meiri vörd fyrir ykkur slíku. Já, en leið þá er það auðvitað þannig að við sjáum ekki fyrir hvert Evrópa er að fara pólitískt. Hvert er Þýskaland að fara, hvert er Frakkland að fara og svo framvegis. Við vitum ekki svo hvert Ísland er að fara. En við vitum og sjáum að öfgahærun er að vaksa ásmegin í Evrópu. Líka hér. Og við sjáum líka að vinsældir Trump eru dalandi. Vinstri hefur þurrkað út á Íslandi. Já, það hefur gert það og þessi staða sem er uppi núna verður ekki til þess að einfalda þá mynd síður en svo en ég held hins vegar og við sjáum það og finnum að það mun koma eftirspurn eftir vinstrinu og ég meina þetta er bara pendulhreyfingar. Ég er nú búin að fylgjast með pólitík í meira en 50 ár sko, þannig ég veit að þetta er ekki fasti, pólitík er ekki fasti. Ekki heldur í Evrópu þá? Nei, og ekki heldur í Evrópu en mér langar kannski bara aðeins til þess að bæta við varðandi en að þrönga ramma. Eitt sem að mér finnst sko virkilega óheppilegt út frá bara svona þessum lýðræðiskröfum að það er þetta með að okkur skildi ekki hafa lánast og okkur, þá ég við bara okkur sem samfélagi, Alþingi, að setja lög
stuðning við þessi öfl eða þessa hópa sem að standa með já og sem standa með neigi. Þannig við vitum ekki hvaðan peningarnir koma, hversu miklir þeir eru. Við höfum ekki sett neina reglur gagnsæið, hvert á að skila bókhaldi og svo framvegis. Höfum samt nóga fyrirmyndir í útlöndum til þess að gera nóga fyrirmyndum í útlöndum til að gera þetta. Við höfum lögum ststuðningu stjórnmálaflokka, þannig að það hefði verið okkur í lófa lagið að ljúka. Mér hefði fundist þetta vera eitt af því sem við ættum að setja okkur, að vera búin að gera áður en við færum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Heldur ekki að sé þannig að þingmennið hafa kannski ekki átt að segja þetta yrði svona eins og það hefur orðið? Það séu bara allir auglýsingatíma smekkfullir af peningum. Það er alveg rosalegt og mér finnst þetta opbóðslega vond þróun og ég hef áhyggjur af því að þetta hafi svona fordæmisgildi bara fyrir alls konar aðrar kosningar sem að framöndan eru þessi stemning. Það er að segja að það sé bara nafnlausar auglýsingar sem að fylla auglýsingatímana. Og við sjáum það í kosningum að auglýsingar hafa sannarlega mátt. Við höfum séð þessu kosningar sem að auglýsingar ráða úrslitum. Já, við höfum séð það. Og við erum heldur ekki með neina reglur þarna það aðkoma erlendra aðila, enga reglur hámarksstuðning eða neitt slíkt. Þannig að þetta finnst mér eiginlega ekki boðlegt fyrir, og nú er ég ekki að atast í núverandi stjórnvöldum endilega, heldur bara að segja að það þarf að undirbúa sig betur að þér varðar svona öryggisvendla sem eru nauðsynlegir og kjósendur þurfa líka að vita þetta áður þeir ganga kjörborðinu en ekki með einhverju uppgjöri á einhverjum Excel-skjölum sem verða gefin út 3 mánuðum eftir kosningar. En það verður kosið. Það er of seint að leggja það til. Já, ég er nú bara svona að finna að þessu og enda er ég hingað komin til þess að finna að þessu í hvívetna. En þú talar að það minnki sveigjanleiki okkar til þess að breyta Íslandi í allra besta samfélag með að vera í Evrópusambandið. Og margir kannski ákvöðstu jáararnir þeir kváörgla við þetta af því þeir telja að vera hluti af því að gera Íslandi allra besta samfélaginu að gangi í Evrópusambandið og horfaði meðal annars á evru að það veri meiri stöðuleiki, lægri vextir og svona minni byrði af því að búa á Íslandi. Að þegar maður ber saman húsnæðiskostnað og fylgir fólki svona í gegnum ævina þá er álag að vera á Íslandi, sérstaklega út af verðtryggðri krónu, þeir sem ekki eiga að verða að skulda og ef þú skuldar verðtryggða krónu það er mikill klafi. Já, sannarlega, það eru mjög krefjandi aðstæður á Íslandi að sumuleyti en að öðru leyti og mörgu öðru leyti er það bara stórkostlegt að vera á Íslandi. Já, það er svolítið ósanngjarnt að mesta byrðin lenda á þeim sem að skulda því að það eru þeir sem að ríkið ætti raunverulega að styðja. Það er mjög ósanngjarnt og þegar að talað er stýrivaxta stöðuna og endurteknar hækkanir að þá er iðulega dregið fram að þetta sé þríhliða ábyrgð. Það er Seðlabankinn og það er vinnumarkaðurinn og það er ríkissjóður. Og þegar að talað ábyrgð ríkissjóðs að þá er bara og endurtekið talað aðhald í ríkisrekstri. Það er að segja að draga úr útgjöldum ríkisins og niður á hverjum kemur það kemur niður á fátækasta fólkinu. Það er alltaf þannig og meira að segja gengur núverandi ríkisstjórn svo harkalega fram að það er verið að hækka sjúklingaskatta milljarð á ári til þess að koma til móts við þetta. Meiri borgin er líka að hækka á gamla fólkið? Algjörlega og sem er alveg hið versta mál. Meðan að það að auka innkomu að hækka skatta til þess að bæta þetta jafnvægi í ríkissjóði, það er einhver rosaleg pólitík. Hitt er bara hagstjórn, Það er bara hagstjórn að draga saman ríkisútgjöldin en leiðu það er orðið tekjuöflun þá er það orðið pólitík. Þannig að ég er nú þeirra skoðunar að það séu ýmis sóknarfæri í hagstjórninni til þess að koma til móts við þessu stöðu. Það er enginn inn á þingi sem að leggur það til að skattaverðið hækkar á þeim sem hafa mest umleikis og eru raunverulega kynnt undir þenslunni. Heldur stefnan svo að það er hækkaði vextir á þeim sem hafa minnst umleikis og skulda mest. Já, ég meina það tala allir... Það er verið að berja vitlausan aðeins. Já, það tala bara allir eins í þinginu núna, í efnahagsmálum. Það bara vantar algjörlega þessa vinstri rödd. Það er bara þannig. Því að við sóttum áður
Eitt af því sem hefur verið bent á að þá var kannski samningsstaða Íslands ekkert sérlega sterk. Ísland var nýkomið út úr efnahagshruni og var oft notað sem svona dæmi sérlega heimskulegt samfélag. Þannig að það var ekki sterkt orðspor. Núna staðan önnur, Bretarnir eru farnir út úr Evrópusambandinu, öryggismál spila stærri rullu og Evrópusambandið mun líklega horfa til þess að Ísland sé vel í sveit sett út af norðurslóðum og Atlantshafinu, plús það að EES-samningurinn hangir eiginlega bara á Noregi og ef að Íslendingar ganga inn í Evrópusambandið þá kannski aukast líkur á því að Noregur hugsið það sama, þannig að Evrópusambandið vil örgulega fá Noreg inn í Evrópusambandið, sérstaklega því að það vaxi mikið til austurs og orðin svona kannski svolítið svona halli í sambandinu, það vantar fleiri ríkar þjóðir og líka kannski svona vestnorrænar þjóðir til þess að viðhalda kannski svona upphaflegri stemmingu sem var í þessu. Hvað segir þetta sem reyndur stjórnmálamaður? Heldur að samningsstaða Íslands sé betri núna en hún var 2009-10? Já, sko, nú ætla ég að leyfa mér að vera þessi reyndur stjórnmálamaður og segja bara að þú getur rökstutt nánast hvað sem er í þessari umræðu. Og þetta eru meir og minna vangaveltur, ég segi ekki út í loftið, en þetta eru vangaveltur það sem að gæti mögulega verið í spilunum. Það er svona 50% aldrei umræðin eða fólk að semja við sjálft sig. Já, og bara að pæla í því hvað gæti mögulega gerst ef og þegar. Og þess vegna segi ég, það skiptir svo miklu máli að flysja utan af þessu, taka utan af þessu allt þetta með samningsstaðan betri, þetta svona og kannski gerist hitt og kannski gerist þetta og áttar sig á því að þegar við erum að tala aðild Íslands að Evrópusambandinu, óháð öllu öðru, óháð því hvort að við fáum einhverjar sérlausnir, einhverjar aðlaganir, þetta og hitt, þá erum við að undirgangast grundvallar regluverk Evrópusambandsins. Það er það sem við erum að gera. Og gá hvað er í pakkanum hvað það varðar, hann er opinn. Þessi partur af pakkanum er galopinn og liggur algjörlega fyrir. Þannig að mér finnst sko leiðum að fyrir eitthvað að velta fyrir sig hvað í hvaða samningsstöðu erum við einhvern veginn betri núna heldur en einhvern tíman áður hvað varðar grundvallar regluverk ESB. Það er líklega þannig að það skiptir Evrópusambandið meira máli núna að fá Íslandinn og að fiskveiði lögsaga okkar snertir enga fiskveiði lögsugu í Evrópusambandinu og það sé það mikill áhugi Evrópu að fá Íslandinn að þeir segja að þeim er bara eigana fiskikar, skiptir okkur engu máli. Þannig að það sem er svona stæðst, það hefur alltaf verið nefnt sem svona stæðst í þröskuldurinn, að það má vel vera að Evrópa bara sé til í að gefa okkur það sem við viljum, vegna þess að þegar það litla hagsmuni á því að fara að koma einhverjum furðuleg rök að Evrópa hafi eitthvað rétt í fiskveiðilögsögu og það hefur verið bent á hitt eru bændur og það hefur verið bent á það að Svíar og Finnar eru með reglu yfir það sem er norðar en 60 önnur breiddargráða að þar megi löndin halda áfram að styrkja bændur þannig að við getum haft bændur bæði á Evrópustyrk og svo mættum við styrkja það við viljum áfram. Þetta er það sem hefur verið nefnt og að öðru leiti þá er að gangast undir Evrópusambandið eins og þú nefndir áðan það er margt sem er bara jákvætt í því og margir líta það sem jákvætt að ganga undir regluna til þess að geta tekið upp evru og segja bara við viljum ganga undir það en það er bara þetta tvennt sem er vandamálið. Ég skil, en það sem að stendur samt eftir sem áður er þetta með innri markaðin og fjármagnsfrelsið og þessa grunnstoðir og bara grunnhugsunin það hvað Evrópusambandið er og núna er það að færast meira til hægri meira inn í hervæðingu, meira frá þessum félagslegu sjónarmiðum og þá bara spyr ég eftir hverju er að slægjast fyrir fólk sem aðhyllist samfélagslega lausnir. En síðan ef við ættum að fara í það að tala sérstaklega sjávarútveg eða landbúnað þá náttúrulega er það iðulega og oft mjög tæknileg umræða og mér finnst sko ég sakna þess svolítið þegar verið er að ganga á stjórnmálamenn og ráðamenn þegar talað full yfirráð yfir auðlindinni eins og það er sagt og já við munum ekki hvika frá því að það eru full yfirráð yfir auðlindinni. Hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta með eignarhald? Hvað þýðir þetta með flökkustofna? Erum við þá ekki lengur sko, sjálfstæðir samningamenn gagnvart öðrum ríkjum? Hvað þýðir þetta gagnvart stöðu rannsókna á Íslandi hjá Hafró?
og svo framvegis. Hvernig stöndum við gagnvart bara byggðakvóta eða strandveiðum? Getum við sett sérlög 2700 tonn? Einhver getur sagt núna, við getum ekki fengið svör við þessu nema sækjum. Nei, ég er að þegar maður les til það sem að fólk í Evrópusambandinu er að segja núna varðandi Ísland, það er allt með pókerfeis og bara allt í þoku og því að það á eftir að sittast að samningsborðum ætlar ekki að segja neitt. Ég er ekki að semja þetta við þig og heldur ekki við Evrópusambandið, ég er bara að segja hvað þýðir full yfirráð. Það er svarið sem ég vil fá. Við fáum það ekki út úr þeim sem ætla að semja. Sko. Nei, það sem er óheppilegt. Það er svolítið vont þegar við erum að fara, og þú sagðir áðan, já það liggur alveg fyrir hvaða spurningu við erum að svara. Er það? Vitum við hvað gerist á mánudaginn ef að það verður já? Hvaða umboð eru stjórnvöld með þá? Hvað þýða full yfirráð yfir sjávarauðlindinni? Ég hef hvergi fengið þau svör. Þorgerður Katrín sem er með forræði í þessu máli, hún ætlar að kalla saman utanríkismálanefnd. Landsliðið og fá samningsmarkmið í samvinnu við þingið. Já. En svo er samvinna stjórnvalda við þingið er alltaf svolítið svona fyrirbrigði. Já. Og svo er það með landbúnaðinn, það er auðvitað sko það sem að mér hefur fundist mest ámælisvert í umræðinu landbúnaðinn er þegar að tala eins og bændur séu vitleysingar. Að tala eins og, bændur þeir bara skilja ekki hvað þetta snýst. Bændur sem bændur eru ekki bara heimaðusir, þeir eru líka að ráða ráðum sínum og þeir eru í tengslum og í sambandi við kollega sína í Evrópu og Norðurlöndum og svo framvegis og eru menntaðir búfræðingar upp til hópa. Þetta er langskólagengi fólk og fólk sem að les og pælir og fylgist með að þá bara leifir fólk sér hér í einhverju svona viðreisnar stemningu að vera með góðlátlegt glott yfir því. Þegar bændur eru með rökstudda afstöðu til þess að þeir telji ekki skynsamlegt að ganga til viðræðna við Evrópusambandið. Eigum ekki bara að bera virðingu fyrir því. Mér finnst þetta vera ljóður á svona íslenskri umræðupólitík þegar að svona helmingurinn af þjóðinni setur sig á háan hest og segir já, þetta er náttúrulega bara þannig að þetta eru annarkvort populistar, vitleysingar eða sérhagsmunaseggir. Það er ekki til. Er það? Þeir sem er að segja já eru landráða fólk og þessu umræð er svona, hún hefur kallað fram heila alla svona populískrar umræðu sem hægt er að ímynda. Já, ég er alveg sammála því og þetta hefur ekki verið. Óvinnum minn er landráðamaður. Það er eiginlega stemmingin sem er svolítið að sigla inn í íslenska stjórnmálumræðu. Já. Og það sem að mér finnst, svo við vöðum hérna úr einu í annað með þetta, hvað er sem að þessi umræða endurspeglar. Að það er að Íslands samfélag er að sumuleyti ekki á góðum stað. Vegna þess að það að geta ekki að fullri virðingu verið ósamála næsta manni og þurfa að byrja að útrópan eða hana og gera lítið úr viðkomandi og kalla hann öllum illum nöfnum og svo framvegis. Það er ekki, og jafnvel að hætta að vera vinur hans af því að hann ætlar að segja eitthvað í einhverjum kosningum. Að þetta náttúrulega, ég meina lýðræðið gengur út af það að við erum ósamála. Ég hef spurt fólk að þessu eftir að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að vera fjölskyldur klofnar í herða niður og þá svona til að byrja með þá fannst með fólk verið að neita þessu. En núna er ég alltaf að hitta fleiri sem er að segja að það bara orðið vinslitt í bara æskuvinnr, geti ekki talað saman. Já. Ég hef orðið vör við þessa tilhneigingu og sjálf hef ég reyndað og gerði það reyndar þegar ég birti á Facebook eins og nútíma fólk gerir mína skoðun á þessu máli að þá kallaði ég líka eftir því að umræðan yrði balanseruð, að við myndum reyna að fjalla þessi rök en ekki að segja já, þú náttúrulega heldur með útgerðarauðvaldinu, þú sem að leiddir sjálfstæðarflokki til valda, þarna, þú. Það er náttúrulega það sem að fólk segir og ég nefndi hérna við Sólveigu Önnu þegar hún var hérna hjá mér á mánudaginn. Að sumum finnst það bara óþægilegt að sjá Sólveigu Önnu sitja á fremsta bekk með Ólafur Ragnari Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur. Og einhverjir kvótakóngar að fjármagna baráttu áfram Ísland. Já, þá verður fólk bara að venja sig við það að vera þáttakendur í lýðræðissamfélagi, Hversu óþægilegt er að vera í liði með fyrrverandi formann í Sjálfstæðisflokksins Þorgerðar Katrínu Gunnarsdóttur? Ég meina, er það eitthvað hræðilegt, Ég meina, þegar við erum með þjóðatkvæðagreiðslu þar sem út með 2 valkosti, já eða nei, þá gefur það augaleið
að það enginn sem að þolir það að við förum yfir þann söfnuð sem að ætlar að segja það sam og þú með stækkunagleri og flísatöng og finnum engan ljóð á ráði nokkurs manns. En það eitt í þessu að þegar maður skoðar kannanir sem að mér finnst reyndar að mættu vera ítalegri og betri, að þá sáralítill munur það smá munur á milli landsbyggðar og höfuðborgar. Það svona eilítill munur stundum sýnilegur á milli kynslóða. Það svolítill munur á milli menntunar, en stóri munurinn kemur þegar kemur afstaða til stjórnmálaflokka. Og þá 85% af þeim sem að styðja Sjálfstæðisflokk, Framsókn og Miðflokk vilja segja nei eins og þú. En 85% af þeim sem að styðja ríkisstjórnarflokkana og VG, Sósíalista og Pírata segja já. Og þá kemur við að með vinstrinu að þú ásamt til dæmis Sólveigu og fleira eruð alveg á skjön við líklegustu kjósenda hópana ykkar. Hvað veldur því? Nei, við skulum nú bara sjá hvað setur sko. Það náttúrulega stefna VG að standa utan Evrópusambandsins. Það það. Ekki segir núverandi formaður. Nei, ég er ekki að tala um hvað fólk segir. Ég er bara að segja að það í stefnu skjölum Vinstri grænna. Að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins. En kjósendahópurinn virðist frekar vera á því að segja já. Já, en er maður ekki fyrst og fremst í pólitík til þess að leiða og til þess að tala fyrir sinni sín og sínum markmiðum? Það að leiða eitthvað sem vill fara sirka sem átt og þú. Já, en það er auðvitað mikilvægt bara... Annars þetta hafa marga hunda. En það er auðvitað mikilvægt bara að rökstyðja sitt mál og svo sjáum við hvað setur og ég held að það sé líka gott að þetta sé ekki harð flokkspólitískt mál. Ég var eiginlega benda að eina afgerandi niðurstaðan í könnunum að pólitísk fylgispekt við flokka ræður mestu afstöðu fólks. Já. En ég sammálaðir hins vegar það að ég myndi vilja sjá meira uppbrot á þessum könnunum, sko. Að maður sæi meira hvaða svona tendersar eru þarna og svo maður auðvitað farin að pæla í því bara hvað gerist á laugardaginn og það eina sem við erum að sjá í skoðanakönnunum núna það að það dregur saman með fylkingunum eins og það orðað. Og eiginlega innan skekkjumarka. Innan skekkjumarka og hefur verið það um langt skeið að þá fer maður að velta fyrir sér eru meiri líkur á því að neyjarar mæta á staðina því að þeir eru forhertari heldur en jáararnir af því að þeir eru svolítið svona eitthvað, geta alveg sverið og samt ekki og ég held ekki. Það er allavega ein rök sko. Líka því að í flestu könnum eru þeir sem eru eldri eru líklegri til þess að segja nei. Já, það er ein könnum sem að skassa úr. Og við vitum að eldra fólk skila sér betur á kjörstað. Og landsbyggðin frekar og það er þessi herri kjörsókn út á landi heldur en í höfuðborgarsvæðinu. Já, en á móti kemur líklegra að þeir sem ekki hafa enn gefið sig upp endi á jái. Ég hefði talið það framan af en ég eiginlega búin að skipta skoðun. Já, það er þannig. Já, þú ert þannig, einmitt. En síðan einn hópur í viðbót sem er með meiri kjörsókn, það eru háskólamenntaðir og það svolítið afgerandi. Hann liggur þessi 2/3 sem ætla að segja já af þeim. Þar, já. Og þeir eru líklegri til þess að kjósa heldur þeir sem eru með minni menntun. Þannig það er hinum megin sko. Þannig að kannski jafnar þetta sig einhvern veginn út. Já. En svo náttúrulega eftir að koma svona loka stemmingin sem hefur sýnt í undanförnum kosningum að skipta miklu máli. Já, við erum eftir að sjá það og það verður auðvitað spennandi fyrir okkur sem að höfum pælt í pólitík lengi bara að heyra hvernig fólk talar þegar að niðurstaðan er komin. Vegna þess að það gefur svona ákveðin fyrirheit það því að við erum að horfa upp á það í öllu falli að við verðum með 50-50 niðurstöðu. Og hvað þýðir það? Hvernig ætlum við að fanga einhverja samfélagsstemningu eftir það öðruvísi en að það sé bara viðvarandi klofningur? Þannig er það í Bretlandi. Já, og hvernig ætla stjórnvöld að finna út úr því að því að mér finnst það mikilvægt að það hefur verið einn af okkar svona sterku undirstöðum á Íslandi að við höfum svona verið með tiltölulega svona sameiginlegan grunn þó auðvitað með fullum skilningi og áherslum á það að það er auðvitað hagsmuna tókstur þetta alltaf í heilbrigðum samfélögum og fólk tekst á hugmyndir og hugsjónir og allt það. En ég hef áhyggjur af þessu að þetta muni rista svo djúpt. Erum við ekki bara komin inn í populíska stjórnmálaumhverfi þar sem að fólk talar inn í sinn hóp og eiginlega alveg sama þótt að sé sundrað, þótt að sé skautun.
Þú skorar engin atkvæði á því alltaf tala yfir báða hópana. Nei. Þannig að þetta bara Trump dæmumynda, Brexit dæmumynda og þetta líklega að teikna upp, þess vegna finnst mér áhugavert þetta með stjórnmálaflokkana. Það er verið að teikna upp svona hvernig landi liggur í íslenskri stjórnmálum og ég held til dæmis að þeir sem gera skoðanakannanir verða að spurja þessa afstöðu til þess að eins og Bretarnir gera, þeir ennþá að spurja hvað kostu í Brexit til þess að bara stilla, því þetta eiginlega mesta skýrasti kompásin. Þetta skýrasti kompásin, þannig þú verður að hafa hann með. Þannig að ég hræddur að jáar og neiarar verði bara hugtök sem að verði föst í stjórnmálum. Já, einmitt. Já, ég hef miskusti ágjörð þessu svona samfélagspolítískt eftir kosningar að því að eitt það hvernig þessi prósess ef það verður þá fer einhver ákveðum svona tæknilegu prósess í gang sem að síðan losnar út í einhverjum pólitískum niðurstöðum hvort sem að það allt fer í strand eða það kemur eitthvað út úr því. Neiið meira þannig að þá þetta bara búið mál og það ekki að fjalla það frekar en hvort sem Ég held reyndar að þó það kemur nei að þá munu jáarnir segja eins og svo að út af fjárustri, auglýsingar og eitthvað fleira að þá hafi verið spillt kosningunum. Og ég held að við fáum kannski mestalagi viku hér það bara byrja þetta búið nýtt. Við höfum náttúrulega séð þetta víða heim að ef að fólk er ekki sátt við niðurstöðuna þá fer það að halda því fram að það sé einhverju tæknilegir annmarkar eða eitthvað slíkt og við skulum bara við höldum bara fram að kjósa þannig til að ég fari rétta niðurstöðu eða mína niðurstöðu. Sumuleyti finnst mér þetta að vera að sýna við erum eiginlega komin inn í svona stjórnmála umhverfi populismas sem er svolítið svona, það sem að andstæðingum minn er óvinnur það eiginlega lykillinn í þessu og þar alveg verður svona skautun og öll mál neyjast til þess að vera bara 50-50 því að hóparnir leita að miðjunni og hóparnir líka ekki til þess að vera á henni heldur til að kljúa þær og hóparnir náttúrulega leitast við að tala bara við sína líka og svo það að það ekki almennilega þessi vettvangur fyrir það að fólk sé að virðingu að skiptast á skoðun. Það er helst við þetta borð. Já, og þið hafið staðið eitthvað vel í því. Herðu, það að sækjum Evrópusamtið fór ekki vel með VG á sín tíma. Lítur að það verið bara mjög erfiðu tími. Það var það. Það var bara djöfulgangur inn í þingflokknum og fór illa með flokkin. Samt var á þeim tíma, þá voru til dæmis Alþjóðsambandið var með samþykktir það við ættum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það var samtök iðnaðarins voru líka með slíka samþykktir og mun fleiri. Núna eiginlega engin svona samþykktir, það eiginlega engin hópur, engin svona hagsmunarsamtök úti sem hafa samþykkt að við eigum að sækjum í Evrópusambandinu. Er ekki hætt við að ríkisstjórnin geti lent í miklu vanda með þetta mál? Jú, það þannig Það er eiginlega bara þau sem eru að biðja um þetta. Jú, og það eru bara þau sem að bera málið í raun og veru uppi og maður sér það að lengst af hefur hinn taktíska samfylking sem að náttúrulega nánast allt sem þau gera einhvers konar hluti af einhvers konar plani, ytra eða innra plani. Að það sem að þau hafa gert og aðalega náttúrulega Kristrún og hennar lið að halda sér höndum og láta Þorgerði slaginn. Þau ætla ekki að sökkva með skipinu ef þau tapa. Þetta snýst það að geta staðið í lappirnar óháð niðurstöðu og Kristrún hefur meira sér orðað að svo. Ég get stýrt landinu sem ég finnst áhugavert orðalag hvort sem það verður já eða nei. En þetta bara dugar auðvitað ekki viðreisn. Sem einhvers konar sameiginlegu skilningur á því að erum við líka að leggja undir bara mjög mikilvægan hluta af okkar pólitíska kapitali sem ríkisstjórnar. Þannig að nú verður vesku forsætisráðherrann að mæta og gera eitthvað. Og hvað gerir hún þá? Þá fer hún á fundi landið til þess að hlusta. Og hvað? Og hvað ætlar hún að gera við það sem hún heyrir? Það hefur enginn spurt það og til hvers það? Og reynda mætti í, hvað heitir það, víglínan á Vísi, þar sem hún var jámegin við borðið. Já. Þannig að það verið eiginlega einaskipti sem hún hefur verið afgerandi jámegin. Auðvitað, en það sem að maður sér bara mjög skýrt að hún og þar með samfélkingin að gera að reyna að halda öllum spilum nálægt sér til þess að vera ekki búin að missa stöðuna ef að niðurstaðan verður nei. Þannig þú myndir ekki telja að það væri eðlileg niðurstaða eftir að neyið vinnur
að Kristrún segir sér svo, þetta er mál sem er búið að vera þarft að fá niðurstöðu þjóðarinnar og við kostuðum spurningunni til þjóðarinnar, meðal annars til þess að fá nei, þannig við getum þá bara einbytt okkur öðru hlutum eins og ég lagði til fyrir 2 árum. Heldur hún geti ekki lifað það af? Ég veit, það er örugglega planið. Það er örugglega planið og ég meina það er það sem að hún ætlar sér að gera, en það sem að væri kannski eðlilegt að það risi einhver slík krafa að segja býtu ef að þetta átt að vera stóra lausnin og þjóðin er ekki sammála ykkur það og þið eru með því að leggja þetta borð fyrir þjóðina í raun og veru búin að kasta inn handklæðinu varðandi það að stýra efnahagsmálum hér á eigin vélarafli. Það er nú kannski ósækjandi að við viljum bara kanna þetta er besti kosturinn en þjóðin vill þetta ekki, svo vott. Eins og þú segir með þína kjósendur. Já, nú er ég að orða það sem að stjórnarandstæðan geti sagt sko og ég er bara að leggja þeim orð í munn að þá væri það svona tiltölulega einföld pólitísk formúlering að minnsta kosti að segja það að næstu skref myndu leiða til þess að ríkisstjórnin þyrfti að hugsa sinn gang og endurmeta sitt erindi gagnvart kjósendum. Og sérstaklega utanríkisráðherrann, það er náttúrulega svolítið skrítið að vera með utanríkisráðherra sem er með stefnu sem að þjóðin hefur hafnað. Já, það er bara mjög stórt. Það er mjög sérstakt. Það er mjög stórt. Já. Herðu, en hefurðu veltið fyrir þér hvernig kosningar það fara? Já, eins og ég sagði áðan, sko, það finnst mér... Kanntu ráðið það? Nei. Ég kann enga veginn að ráði það, en það eina sem að einhver staður af mínum inniblum er að gefa mér merki svo maður tala nú eins og einhver yfirskilvilleg típa sem ég er ekki. Maður þarf alltaf að vera það til þess að spá. Já, maður þarf að vera það til að spá. Að það er það að það verði meiri munur á annarkot veginn. Að þetta verði umtalsveit stærra bil heldur við erum að sjá þessum konunum. Mér finnst mjög gaman að spá fyrir kosningar og stundu finnst ég mig bara góður í því. En ég hef ekki spáð fyrir þessu kosningar. Því að mér finnst ég vanta sko vettvangi þar sem maður getur raunverulega metið saman rökið með einhverjum hætti. Mér finnst umræðan vera svolítið eins og allt á samfélagsmiðlum, þá er þetta allt í sér hólfum og svo er náttúrulega þessi hægri podcast tala bara við neyjara og DF tala bara við jáara og minnst RÚV ekkert hafa eins og þeir hafi ekki fundið leiðina á því að fjalla þetta. Þannig að það vantar eiginlega vettvangi þar sem maður getur horft yfir sviðið og reynt að spá. Ég er sammála. En ég spáði núna í morgun á Facebook að það væri 54% nei og 46% já. Einmitt. Þá ertu sammála mér það að þetta verði meira bil. Já. Ég held að það ráðist ekki á 30 atkvæðum. Nei, ég held ekki heldur. Já, ég held að stemmingin fer í aðra hvora áttina og ég held að það sé bara eðli íslenska stjórnmála að það verði fleiri sem segir nei. Því að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldissíkjunnar og alltaf gert. Já, en ég held nú líka sko að þessi rök sem að eru frá vinstri og eru ekki þjóðveldissíkjurök eru líka, þeim vex líka ásmegin og mér finnst þau líka skipta máli í þessu og það er skriðfungi með fjölbreyttara nei. Þannig að það er ekki bara sko dagmál og spursmál og allt hvað það heitir sko, heldur líka bara fjölbreyttari andlit og fjölbreyttara fólk. Já, að jáið sé með já til að sjá náið kannski ekki í mark. Ég sko það var sniðugt framanaf, bara mjög sniðugt og virkilega flott slagorð finnst mér vegna þess að það gerir raun og veru enga kröfu til þess að þú setur þið mikið inn í sko, þú getur raun og veru leftir að segja bara já ég ætla bara að gá hvað kemur út úr þessu svo ætla ég að lesa samningin sem maður hugsa vissi hvernig á það að fara fram sem er önnur saga og þarna í raun og veru verið að hitta nákvæmlega naglana á höfuðið sem að er þessi svona frestunar árátta landans að segja bara, þú veist, þetta er spurning sem það þarf að svara, ég ætla bara ekki að svara henni strax, ég ætla bara að svara henni seinna. Þú nefndi þetta tvisvar eða þrisvar, þetta með frestunar áráttuna og stundum velta með fyrir sig hvort þetta sé bara orðið mikið mein, bara við ætlum aldrei að geta lagt Sundabraut, tölum það í 30 ár og það eru orðið svona fleiri og fleiri svona mál sem einhvern veginn velkið án ákvörðunar. Já. Og við erum alltaf sein að öllu byggja sem er að byggja sko, háskólasjúkrahús eða hvað sem er. Er þetta raunverulega þannig að séum komin einhvern veginn í þá stöðu að pólitíkin og umræðu vettvangur er þannig að sá sem að kasta fram einhverju efasendum nei, við ættum kannski ekki verið að gera þetta saman hvað það er, að hann eiginlega vinnur alltaf, þannig að við erum eiginlega eins og
Við erum eins og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, þar sem allir hafa eiginlega neitunarvald og ekkert gert. Já, ég hugsa mjög mikið þetta og ég held að vandinn sé líka fagvæðing stjórnmálana. Það er að segja að við þurfum alltaf að við setjum ágreiningin í einhvers konar hlutlausan farveg þar sem að við höldum að þá komi út úr hinum endanum einhvers konar svona samstaða bara. Reikna sig að niðurstöðu. Já, bara reikna sig að niðurstöðu. Það kemur einhver samstaða út á hinum endanum þar sem allt í einu bara miðflokkurinn og Píratar eru sammála. Og við erum bara búin að búa til einhvers konar konsensus alla mögulega hluti og með því að og meira segja hluti af regluverkinu og lagaumhverfinu orðið þannig að þú þarft sérfræðiþekkingu til þess að geta þrættið í gegnum það. Það að vera bara borgarfulltrúi eða sveitarstjórnarmaður eða þingmaður, að það bara dugar ekki til þess að vita út á hvað gengur skipulagslöggjöfin á Íslandi eða hvað það er. Heldur þarftu að vera sérfræðingur í því. Og þetta gerir það verkum að lýðræðislega valdið færist fjær kjósandanum, eins að hann kýs einhverja typu til þess að ráða þessum ráðum, en viðkomandi útvistar því inn í einhvert reikniforrit eða einhverja sérfræðinga hópa. Eða til Brussel og fyrir vikið að þá erum við í raun og veru að klippa á þennan lýðræðislega þráð. Ég held að þetta sé ég sagði áðan frestunar árátta, það er náttúrulega ekki fallegt að tala svona heilt samfélag en ég held að þetta sé líka það að við höfum tilhneigingu til þess að óttast átök að vera í staði fyrir að fagna þeim og segja sem svo að það er bara partur af góðu, lýðræðislegu og opnu samfélagi að við tökumst á af fullum krafti. Þú ert ekki að meina eins og við höfum síðan núna þetta gagg á milli já og nei, þú ert að tala um annars konar átök. Ég er að tala um annars konar átök, ég er að tala auðvitað kannski fyrst og fremst stéttabaráttu og stéttaátök og ég er líka bara að tala um það að ég meina þú ert að nefna einhver dæmi stór mál sem að þú veist Sundabraut eða hvað, ég meina í staðin fyrir að taka debattinn, þú veist hvað snýst þetta, hvað snúast þessi átök, að þá segjum við það er aldrei samkomulag hvað þetta snýst og þar er ekki hægt að gera átökin. Akkurat. Eins og bara Reykjavíkurflugvöllur að því að við erum alltaf að búa til nýjan feril. Við búum til nýja prósedúra, nýja ferla og segjum ef við höfum 6 vikur í auglýsingafrest og svo höfum við 3 fundi og þetta að þá kemur eitthvað geggjað út úr þessu. Svo kemur eitthvað út úr þessu og þá segir þegar betur að gáð, þá þurfum við stýrihóp og svo þurfum við spretthóp líka til þess að fara yfir þau gögn og svo framvegis þá allavega örugglega ekki að vera ég sem að teka ákvörðun eða rís upp úr því og segi það vil ekki sitja uppi með ábyrgðina. Þetta er mín niðurstaða. Þetta er bara að vil ekki sitja uppi með ábyrgðina. Já, og bara gangi í Evrópusambandið. Eða færa bara völdun ábyrgðin eitthvað annað og það sé bara niðurstaðan svo að stjórnmálafólk sé þarna bara sjálfum sér til dýrðar en ekki til þess að gera gagn fyrir samfélagið. Ég hef sittið og talað við svona góðan hópa jáurum og neyrum og svo þegar áleið að þá fékk ég svona grun það að við værum raunverulega ekki að tala það sem að ræður því hvernig fólk tekur ákvörðun. Það láta allir eins og það sé svona einhvern veginn kalkulerað og útreiknað en raunverulega er fólk að taka ákvörðun sem að bara mjög djúpstæð svona eins og sjálfsmyndar hugmynd okkur sem Íslendinga. Sumir leggja höfuð áherslu á því að við getum áhrifað þessu sjálf, aðrir leggja áherslu á að við höfum að gera það í kompaníu við aðra. En umræðan næri ekki þangað. Við látum alltaf eins og að við getum einhver getur komið allt inn og skrifað eitthvað grein og reikna þetta út að auðvitað að segja já eða auðvitað að segja nei, sem er náttúrulega aldrei í boði. Þannig að svo pólitík sem við ættum kannski að vera að ræða að hún er alltaf órædd. Mér fannst það alltaf að ég var búin að tala við nokkra það væri eins og væri eitthvað sem að væri bakvið sem að væri aldrei upp á borðum. Og ég kann ekkert betur en aðrir að ræða það. Nei, og ég held að þessi fagvæðing stjórnmálanna eða svona sérfræðingavæðing stjórnmálamanna gerir það líka verkum að stjórnmálanna gerir það líka verkum að stjórnmálafólk missir sjálfstraustið í því að tala bara pólitísk stefnumál og tala það út frá fleiri sjónarmiðum
heldur en Excel-skjælinu eða einhvers konar tækni. Og almenningur líka kjósendur. Og almenningur og kjósendur vegna þess að... Það er einkenni af umræðinu núna. Já. Það er allir að láta eins og þau séu sko hagfræðingar eða sérfræðingar í Evrópurétti. Akkurat. Það er enginn að tala bara sem en almenni kjósendur sem segir bara ég vil fara inn eða ég vil ekki fara inn. Já, akkurat. Og þess vegna finnst mér það skipta mjög miklu máli að við horfum á þetta tækifæri, líkum við að segja, til þess að horfa á sko pólitísk álitamál og pólitískan ágreining frá fleiri sjónarhornum heldur en þannig að það sé hægt að reikna sér fram til niðurstöðu. Vegna þess að, eins og þú segir, ég meina, eitt segir bara, já, það er bara fáninn, eða eitthvað. Já, nú veit ég hvað það er, sko, það er fáninn. Og annars segir, já, ég veit að ég vil ekki sitja á fremsta bekk með Sólveig Önnu. Nú veit ég hvað ég vil kjósa af því að ég vil ekki vera á einhverjum lista með svona leiðilegu fólki. Þannig tekur fólk ákvarðanir. Og fólk tekur ákvarðanir bara út frá... Allt einhver hópur alltaf komin í útöðu buxur allinu. Já, og ég myndi bara aldrei láta sjá mig þarna og vera með þessum og eitthvað svona. Samsömunin skiptir bara mjög miklu máli. En við kunnum ekki að ræða þetta. Nei. Af því að við erum alltaf að þykjast að vera einhverjum svona sérfræðingar. Já, við erum alltaf að þykjast að vera sérfræðingar af því að við höldum að pólitík snúist það að kunna díteilana og tæknina og leið og við gerum það að þá erum við líka að eiga þá hættu að gera eins og ég sagði áðan með bændur að segja bara, sko, já, þeir eru annar skoðanum við en það er að því að þeir bara vit ekki betur það er að því að kunni ekki útreikningana og það er að því að þetta og hitt, sko og þessi jaðarsetning og útilokun á í raun og veru, sko, pólitískum alvöru umræðum er ekki lýðræðislegt að mínum mati. Þú til að segja að þín pólitíska skoðun að þú ekki að halda því fram að hún sé vit því að þá eru andstæðingurnir og vitlausir þannig að þú bara að segja að þetta er bara mín skoðun og bara að sætta þig við það að þú getur ekki fengið neina sönnun fyrir henni. Já, það sem ég er að segja, sko, ég meina það var nú einhvern tíðan einhver sem að sagði og þóttist og var nú næstu því skáld, sko, sem að sagði að hægri menn eru bara alltaf að hugsa hagsmuni og vinstri menn hugsa hugsjónir. Það er að því að vinstri menn eru bara aðeins með hjartanu en hinn eru með buddunni, sko. En það er nú sitt hvað til í því og ef að við föllumst bara á forsendur nýfrjálshyggjunnar sem að snúast á svo miklu leyti þessa sérfræðingavæðingu og þessar útreikninga áráttur að þá erum við að segja að það má ekki hasla sér völl í pólitík, það má ekki tala pólitík, öðruvís heldur en undirgangast þessa orðabók í staðan fyrir að segja ég hafna þessari orðabók og ég vil tala pólitík á öðrum forsendum og þeim forsendur sem að snýst það að snýst mannréttindi og snýst virðingu fyrir fólki og snýst það ekki bara að vera einhver einstaklingur heldur að vera þáttakandi í samfélagi og vilja að gera samfélaginu sínu gagn. Ég held að þetta sé ekki bara stjórnmálafólki sem að gera þetta heldur er það líka þeir sem eru að fjalla eins og fjölmiðlandur og fleira sem að vilja eiginlega flytja öll máli yfir einmitt og svona teknilega eins og síðan niðursta. Og er oft líka með svona, ég hef stundu sagt að eitt sem að við leikum okkur að vera að færa svona tímapunktin. Þannig að kjósendur standa ekki frammi fyrir 2 kostum sem við veljum, sem er reyndar svolítið vitlaust að segja í þessari viku, en oft er látið alltaf eins og við séum með 2 kosti. Já. En kjósendur hafa raunverulega allt annan kostar þegar bara að skoða raunverulega vandamálið og móta sér afstöðu gagnvart því. Þau ekki að láta bjóða sér að einhverjir komið með einhverja 2 kosti sem þú ert að velja á milli. Þú ert að setja bara inn í málið eins og og taka þína eigin afstöðu. Og svo er líka eitt grundvallaratriði í þessu sem að mér finnst að við þurfum alltaf að hugsa þegar við stöndum frammi fyrir valkostum eins og við segjum. Hver ákveður valkostina? Hver ákveður tímasetninguna? Hver ákveður hvað er talað og hvenær? Það er kannski stærra vald heldur en það vald sem að okkur er veitt akkurat núna það að segja já eða nei. Það að taka ákvörðun það að setja nákvæmlega þetta mál á dagskrá á þessum tíma og segja spurningi lítið svona út og á mánudaginn að þá verður búin til einhver landslið í einhverju samningatækni eða ekki. Að það er stóra ákvörðun, hún er pólitísk og hún var ekki tekin í samráði við kjósendur vegna þess að kjósendur vissi ekki að þetta stæði til. Ég kynnti þið sem ritstjóra Breiðfirðings. Já. Og þar ertu líklega að taka við starfi föðunni sem var mikil dalamaður. Já. Það tengist í. Já. Ertu hætt í pólitík? Já, minnst það kosti, ég meina, getur maður það? Já, er eiginlega, nei. Getur maður það? Ég veit ekki. Ég er nú alveg upp við að lífið sé pólitík, sko.
Ég hætt í þessari opinberu pólitík, ég var í 20 ár bara atvinnumaður í pólitík, þannig að það bara orðið dágóðu tími. Pabbi var ritstjóri Breiðfirðings og svo komu fleiri að í millitíðinni, hann féll frá þarna 2021 og ég náttúrulega dalamaður rétt eins og hann og við Torfi eigum núna hús í Króksfirði, þannig að við erum með Breiðafjörðinn í fanginu bara út gluggann og svo í móðurætt ég ættu úr Flatey á Breiðafirði og ég sendi nú ekki út fréttatilkynningu það að ég væri ritstjóri Breiðfirðings en það ekki full vinna en í gær þá sendi ég inn á nokkra svona íbúagrúpur á Facebook óskir frásagnir og myndir af almyrkvanum til þess að vera með lítið frásagnarhorn í Breiðfirðingi vegna þess að þetta eitthvað sem að gerist ekki einu sinni á þinni tíð einu sinni á minni tíð sem ritstjóri Breiðfirðings þannig að ég var að kalla eftir sögum það og fekk allnokkrar og mjög margar fallegar og skemmtilegar ekki bara upplifun manna heldur líka það hvernig fuglarnir létu og kindurnar og þannig að það verður gaman og þá var þetta orðin frétt á Vísi þannig að einhvers staðar ég ennþá til bak við eyrað. Og þú ætlar að með því að til dæmis að segja hvað afstöðu þú tekur þá ertu í pólitík? Já. Þér finnst það skipta máli? Mér finnst það skipta máli og mér finnst Ég til þess kosið að gera það ekki? Já, ég skil það. Þú ert fjölmiðlamaður og það skiptir máli að hafa ákveðin balans í því, tel ég vera, en ég meina það líka stundum það talin styrkleiki, til dæmis í vísindum, að bara gera grein fyrir sínum bías, bara segja frá því að ég sé bara ekki með neitt bías, ég bara spyr neyjaran eins og jáari og Já, ég held að þú ráður algjörlega við það. En já, mér fannst ég þurfa að gera það. Samfélagi skiptir mig máli. Ég hef alveg brennandi áhuga á samfélaginu og núna ég í háskólanum að lesa menningafræði sem bráðskemmtileg námsgrein sem eiginlega pólitík mínus flokkar þar sem einmitt að fjalla populisma og fjalla nýfrjálshyggju og fjalla alla þessa hluti á þess að velta fyrir sér hvort að samfylkingin sé á leiðin upp eða niður eða hvort að VG sé á þingið ekki. Þú varst formaður VG og stutt eftir að þú lýstir svo yfir að þá kom núverandi formaður, Rósa Björk, og sagðist alltaf að segja já og hafði meðal annars rök sem að kannski líkt því sem ég var að benda á fyrir þættinum að samkvæmt könnunum sem að reynda var alveg furðulega lítið úrtak til þess að draga þess aflöktun að þá væru kjósendur VG frekar á því að segja já og hún taldi vera eðlilegt vera hennar rök, kannski hefði hún sagt já hvað sem ég veit ekki hvað fannst þér þau rök að ég verði að fylgja kjósendunum? Já, við getum ekki í vanda þessa flokks farið að búa til já á milli forystu og kjósta. Nei. Aðalatriðið auðvitað það, í fyrsta lagi þá kom það mér ekkert á óvart. Ég meina, Rósa Björk hefur aldrei talað eitthvað dulmáli í sambandið sína afstöðu til ESB. Þannig að það kom engum óvart og það vissu það allir sem að kusana til þess að vera formaður og þannig að það ekkert sem að kemur neinum á óvart þannig séð. Hins vegar það þannig að VG rétt eins og held í flestir stjórnmálaflokkar vinnur þannig að það eru haldnir fundir sem að vinna með stefnumál og svo framvegis, hvort sem það flokksársfundir eða landsfundir. Þetta mál svolítið þannig að þetta mun bara kljúa VG ef þetta verður tekið á dagskrá. Já, við skulum bara sjá hvernig verður unnið úr því. Ég meina það flokksársfundur framundan, þá að halda einn í haust held ég og síðan annan fljótlega eftir áramót eða í vor. Og þar koma félagarnir saman og ráða ráðum sínum. Það hinn eiginlegi vettvangur til stefnumótunar og ég býstu því að þar séu skipta skoðanir en ég menna við höfum getað hingað til hlusta hvert og annað og komið hlutunum svona sirka þokkalega fyrir í lókfundar. En við vorum nú að nefna að þetta verði kannski sá ás sem að stjórnmálum munu hverfast Við þekkjum þess frá Færeyjum að það er með vinstri flokk sem að vill sjálfstæði og vinstri flokk sem að vill tilheyra Danmörku og hægri flokk það er hægri og vinstri skorið niður eftir afstöðunni til Danmörkur og við getum fengið svona hægri og vinstrið, ég meina við erum að hægrið sem að skiptist í Viðreisn og Sjálfstæðisflokk eftir Evrópumálum og vinstri getur gert það líka. Algjörlega. Og þá tala ég ekki Samfylkingu sem vinstri heldur fyrir eitthvað svona sem miðflokk er að tala það sem vinstra megin við Samfylkinguna. Já. Ég hef þá tilfinningu bara mjög sterkt núna að það sé mikil degla á vinstri vagnum og þá ég að tala VG, ég að tala Sósíalistaflokkin, ég að tala vinstrið í Reykjavík,
ég er að tala Pírata hluta til, einhverjir af þeim fóru vísu yfir í Viðreisn, en það er svona þessi kjósendahópur. Það má eiginlega segja sko að það hafi orðið svona ákveðin, þetta er kannski blanda af truflun og einhvers konar hvata að lenda í kosningum. Fyrst í sveitarstjórnarkosningum þar sem að fólk segir, heyrðu, þurfum við ekki einhvern veginn að stilla saman strengi, hefur við ekki einhvern veginn að reyna að finna út úr þessu. Það tókst að gera það í Reykjavík og gera það í Hafnarfirði, á meðan á Akureyri var bara allt önnur stemning og í Borgarnesi enn önnur og svo framvegis. En þessi deigla er í gangi núna og þegar að þessar kosningar koma upp, þá verður högt í þeirri deiglu. Og það, hvernig spilast úr því er algjörlega ófyrirséð. Mér finnst skipta mjög miklu máli að við getum haldið haus í því að halda fókus á það sem skiptir máli fyrir vinstrið og við gætum orðaða þannig að við gætum þrifist innan og utan Evrópusambandsins. Að það myndi ekki valda varanlegum skilnaði á milli fólks. En ég ræð því ekki einn og það verður það bara að koma á daginn hvernig það gengur. Ég held að skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland að vera með sterka vinstri rödd í þinginu og í pólitíkinni, því að ef við ætlum að vera með góða löggjöf sem að tollir, sem að endurspeglar ekki bara hægri og svona gagnrýnislausa nýfrjálshyggju og markaðshyggju, að þá þurfum við vinstri rödd í borðið. Það er bara þannig. Svandís, takk fyrir að koma hingað að tala pólitík. Alltaf gaman að hlusta á því tala pólitík og líklega búin að gera það alla þína hunds og kvarta tíð. Takk fyrir það, takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflar eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.